En hvað það er 20. og 7. október í dag og ég man það alveg upp á hár hvað mér brá fyrir 21 ári síðan þegar ég vaknaði að morgni 27. október árið 1995 og kveikt á fréttunum og fekk að heyra í fréttum að snjóflóð hefði fallið þá seint nóttina á Flateyri fyrir vestan. Og núna, 21 ári síðar, er að koma út bók þessa atburði og það er stúlka, Sóley Eiríksdóttir heitir hún, sem er að skrifa minningar sínar. Hún var 4 ára gömul, búandi á Flateyri þegar snjóflóðið fellur. Hún lifir þetta af og hún er á línunni hjá okkur. Sóley Eiríksdóttir, sælvertu. Býtum við þarna ertu, já. Þú ert 4 ára er það ekki þegar að snjóflóðið fellur? Herruna, ég var 11 ára. Þú varst 11 ára, fyrirgefðu, já. En hvað með það, þú lifir þessar hörmungar af, en það gerði ekki allir af þínu fólki og það fórust 20 manns í þessu hræðilega flóði. Einmitt. Er ekki erfitt að rifja þetta upp og hvað þá að setjast við og skrifa bók þessa atburði? Jú, þetta búið að vera rosalega erfitt ferli og og búið að taka mikið á. Og eins og í dagurinn í dag hann tekur þess að aldrei á þegar bara Flateyringar allir fara svona minnast dagsins, af því maður finnur ennþá fyrir hvað rosalega miklar og erfiðar tilfinningar hjá fólki gagnvart þessum degi en þessari dagsetningu. Já. Þannig að bara fyrir alla þá er þetta mjög erfiður dagur. En þú ert fyrir mig að hafa skrifað þessa bók. Þetta er búið að vera bara, mjög lærdómsríkt og erfitt samt ferli. En með þessu verki, Sóley, þá ert þú kannski að yfirstíga þetta að einhverju leyti, að geta talað þessa atburði og komið þessu líka áfram til annara sem ekki hafa hugmynd það hvernig er að lenda í svona aðstæðum og það kannski léttir eitthvað á hjá þér og þeim sem að þú talar við í bókinni er ekki því að þarna eru frásagnir fleiri aðila heldur en þín. Já, ég held að finnst það bara flestum mjög mikilvægt að saga þeirra sé skráð. Já. Og sé bara haldið til haga. Af því að 20 ár eða 21 ár, þetta er náttúrulega heilangur tími en fyrir suma þá hefði þetta geta gerst í gær meðan fyrir aðra þá er þetta orðið svona dálítið fjarlægt og það var misjætt við hvernig ég talaði sumir mundi þetta alveg bara mjög vel meðan aðrir sagði ég vildi að þeir hitt mig fyrir 10 árum þannig að maður hugsa með því að það er eins gott að ég var ekki seinni í þessu og líka bara það er náttúrulega fólk látið sem að upplifði flóðið og hefði náttúrulega getað sagt sína sögu en missa því og maður og það er kannski eitt af þessu að hafa lifað á svona flóða maður uppgötar náttúrulega lífið er ekkert eilíft og Nei, þetta er ekkert sjálfgefið kannski Já, ef maður vil skrá einhverju sögu það er nú best að drífa í því ekki geyma of lengi Nákvæmlega, en útgáfudagur bókarinnar hún heitir Nóttin sem öllu breytti útgáfudagurinn formlegur er á morgun Já, hann átti að vera formlegur á morgun ég fekk því breytt Ójá til að hún væri komin út í dag þannig að hún kom í búðir í gær Já, þannig hún er komin í búður og fólk getur strax farið og náð sér í eintak og lesið þessa merkilegu sögu, þessa merkilegu frásagnir Hvað eru margir sem að þú talar við og segja sína sögu í þessari bók? Ég held að þessi kringu 20 sem ég talaði beint við Já Svo nota ég þetta aldrei bara eldri heimildir eins og gömul viðtöl að ég vissi það að það er mjög líklegt að viðtali sem var tekið nær flóðinni tíma það væri kannski meira úr því að fá heldur en kannski viðtali sem væri tekið núna Já, kannski réttari upplýsingar Já, en þegar ég var búin að taka saman viðtöl og setja þetta í texta þá sendi ég þetta á flesta aðilana og fekk til að yfirfara og aðtöku hvort ég væri ekki alveg allt satt og rétt af því að stundum var ég vitlaust haft eftir í blaðaviðtölum fyrir 20 ári þannig að manni leið mér vel að leyfa fólki að kíkja á þetta og bara svo maður sé heldur ekki skrifa neina vitleysu bara svo þetta sé sem réttast En eins og segir, þú ert 11 ára gömul Sóley þegar þessir hörmungar dynja yfir manstu eftir þessu ennþá nokkuð ljóst
Já, ef ég loka augunum og einbytti mér, þá man ég bara ansi mikið. Já. En þegar ég var að skrásetja söguna, þá grúska ég nú svolítið í mínum heimildum og þar fann ég til dæmis minningabrot þegar ég skrifaði 12 ára gömul. Ó, já. Og það var náttúrulega verðmætt að finna það, því það var náttúrulega gætt maður séð hvernig barnið upplifir svona atburði. Allt annað sjónarhorn heldur en ég kannski séð núna. Já. Og svo gæti ég fundið annan pistil þegar ég skrifaði þegar voru 10 ár liðin frá flóði. Já, sko. Þannig að það var mjög fínt fyrir mig að geta rifið þetta upp á margvíslegan hátt. Já, ég veit að það örugglega margir sem myndu segja að það hafi verið fengur að þessari bók að fá að lesa þessa atburði þannig frá fyrstu hendi bara til hamingju, Sóley, með þessa bók. Og takk fyrir þetta spjall og gangið þér vel. Takk fyrir mig. Blessur. Já, þetta var hún Sóley og sagði okkur þarna frá bókinni sinni, Sóley Eiríksdóttir. Bókin heitir Nóttin sem öllu breytti. Hún komin í bókabúðir en í dag einmitt 21 ár upp á dag síðan þessir hörmulegu atburðir dundu yfir þegar snjóflóði féll á Flateyri.